Hey folks og velkomin í flæðiskýrið með Rökkva og Jóa og í dag erum við með Ágúst Borgþór Sverrisson, rithöfund og blaðmann með okkur í dag. Hvernig er dagurinn að leggjast í þig, Ágúst? Já, hann nú bara búinn að vera rólegur hjá mér. Ég er að fara hérna í skemmtiferðamorgun til Slóveníu. Bara að pakka niður í kvöld og Ertu ekki að fara í Kiljuna í kvöld eða er það? Já, við tókum upp í gærmorgun. Já. Ég ætla að gott myndi með það, svo ég mun eftir að horfa á það. Já. Er þetta svona þáttur sem að allir halda að sé hérna lifandi og svo er hann bara fyrirfram upptekinn og við erum kannski að spilla öllu? Já, ég held að sé ekki leyndarmál að þeir taka þetta bara upp, sko. Efnið, þetta var, en hérna, já, ég held að það sé ennþá mjög gott að áhorfa á Kiljuna, sko. Já, það er. Þegar ég ákvæta þegar ég hef ofta tilfinninguna að maður engi bókmenning hérna eftir 50 ár. Það verður ekki til neitt Eymundsson eða neitt einsinni, sko, eða Kiljan. Já, ég hef svolítið heyrt pælingar það og núna eru flestar íslenskar bækur prentaðar úti og það var eitthvað að tala um það, en breytir það einhverju hvort eru prentaðar hér eða úti? Ég held að það skipti engu máli hver eru prentaðar. Það er kannski annað vandamál og leiðilegt að það er ekki prentaðar bækur á Íslandi en það sem skelfir mig er að það er 30% samdráttur í bóksölu frá árinu 2010, 30%. Og ég meina bókin hefur alltaf verið í samkeppni við eitthvað. Já. Það var VHS-bólunar og það var bara sjónvarpið og auki sjónvarp og internetið, en bókin hefur alltaf lifað við hliðina á þessu öllu. En snjallsíminn og samfélagsmiðlanir hafa bara virkilega svona alvöru kjaftsök á bókina, sko. Er það ekki svolítið athyglisbannið sem er að styttast núna? Þú vilt lesa stuttagrein og horfa á stutt vídeó? Já, ég finn þetta á sjálfu mér, sko. Samt er það þannig að ég les mjög mikið af bókum. Já. Ég les mjög margar bækur. Þetta er bara vani, ég er með bók upp í rúmi. En ég breysk og það er til dæmis þannig að ég er mikið á netinu, sko, og það fylgir líka vinnunni og það rennur saman afþreying og vinna. Já. Bara fíblalætu, upplýsingaöflun og allt. Og ég man ekkit hvað höfundanir heita á bókunum sem ég les til dæmis. Það er svolítið svo svoleiðis, sko, svona. Það er alltaf orðið svona miklu flóknara áreiti á mann. En ég er náttúrulega að náði. Ég komst til manns löngu áður en bara fólk kveikta tölvumenni sinni og ég var í þessum gamla heimi, maður beðið eftir að blaðið kæmi inn á lúuna. Þannig að ég las og las og þess vegna, sko, missi ég ekki þá hneigð og þá naut, sko. Ég er svolítið sekur þetta sjálfur af því að ég var einu sinni eitthvað maður vikunar í séð og heyrt eða hvað sem það hét og það var svona spurning hvaða bók er á náttborðinu í dag og ég svaraði bara ég er með internet. Ég skammast mín fyrir að vera ekki með eina bók en vildi svona láta það hljóma eins og eitthvað svona nýtt með internet. Mér finnst það ógulegt, sko, ég á börn sem horfa á föður sinni í Kiljunni og sjá bækurna sem pappi er að gefa út og þar horfa með lesa og ég las fyrir þau voru börn og þau fara í gegnum menntakerfið, dóttirinn er í háskóla og sonurinn er í MR. Þau lesa aldrei raskat nema bara það sem verða að lesa í skólanum. Já, mér minnir þú hafa sagt mér að það hafi ekki lesið bækurnar þínar. Já, það verður að hafa það. Ég er enda að eignast Tengdason sem les bækurnar mínar sem er svolítið magnað. En það er önnur saga, en ekki hafa þetta ópersónulegt. Hann mun þekkja þig betur heldur dóttir þín. Já, algjörlega. Veistu hvað pabbiðin mikill herri? Veistu hvað Dóna Sögan var að skrifa þarna inn í myrkrið? Nei, sko, og ég ætla ekki að segja þessi allir eins og börnin mín, en mér finnst ungt fólk bara ekkert lesa. Ég er að kenna núna ritlist í endurmenntun og ég er bara einn yngsti maðurinn í stofunni, sko. Já, ég held að þetta sé alveg rétt. Þetta er óhugulegt. Mér finnst svolítið með lestur og bókum að þetta er svolítið eins og kannski íþróttir að margir nenna því ekki af því að þeir eru einhvern veginn ekki í formi, nenni ekki að fara og þjálfa sig en líður óbúslega vel þegar ég gera það. Og mér finnst eins með bækur að þegar ég dett ofan í það þá var ég alltaf rosalega glaður að hafa byrjað en einhvern veginn er eitthvað svona leti í mann og athyglisbrestur af öllu netinu og áritinu að maður einhvern veginn dettur alltaf út úr þessu. Ég meina, ég átti að mig, sko, þetta var alltaf þannig að það var, ég bara hugsa hvernig maður lífið var 95 eða eitthvað, ég var líka rithöfundur og var að gefa út og eitthvað og það var alltaf fullt af fólki sem las ekki bækur og það var velgefið fólk líka, sko. En svo gerist eitthvað og það var bara þannig og svo var alltaf slattið sem las eitthvað svo gerist bara eitthvað að þú veist 30% samdráttur
fólk segir líka að það kom ekki út innan almennilega barnabækur og úlingabækur, það sé ekki til. Það er bara ekki alveg rétt. Ég veit ekki hvernig það er, sko. Við erum nýbúnir að vera með Gunnar Helgason til dæmis sem er á fullu. Já, hann er alltaf frábær, sko. Að gefa út barnabækur og... Ég líka er orðið svo skelfingu lostin yfir sem mér er að vera alveg nákvæmlega sama gengi minna eigin bóka. Ég meina því alveg eins og þessar smásugur. Já. Mér finnst það sko notalegt ef einhver lesi þetta en ég er alveg bara að hugsa að fólk lesi eitthvað sko. Skilur, ég er bara að fara að vona að einhver höfundur og mér finnst líka bara bókmennta umfyllunni vera orðin svona eitthvað utangars eins og einhver vinnur íslensku bókmenntavelinu fær skitna 1 milljón og þarf að borga henni skatt og þetta er eitthvað svona lítið sætt partí og það er öllum skít saman þetta sko. Já, við erum búin að tapa svolítið menningu af því að við vorum náttúrulega, ég sem leiðsögumar tala oft hvað við höfum unnið mikið afrek sem bókmenntaþjóð meðan við vondar aðstæður að Ísland hafi virkilega varðveitt einhverjar sögur af norskum konungum og sögur Norrlandana með að vera fátækir bændur að skrifa á kálfskinn. Það er mikið afrek en svo núna er eins og þetta sé bara allt runnið út í sandinn. Við höfum á gott eitthvað. Ég held að ég veist að bóklestir hafi minkað meira hér en annars þar að því við erum kannski ennþá netvættari og... Já, við erum mjög mikið á netinu. Ég veit það ekki, mér skilst að bóksala sé ennþá mjög mikið til dæmis í Þýskalandi. Já, þetta með bók, að hún gefur þér öðruvísu upplifun og það er margt sem þú getur ekki framkallað í bíómynd eða á einhvern svona annan auðveldri hátt eins og þú getur með bók. Já. Af því að þú sjálfur einhvern veginn, jafnvel hljóðbókur öðruvísi. Þú endurskapar, þú er líka hljóðbókur, þú hlustir að söguna. Þú endurskapar alltaf textan, sko, í kollanum. Já, og þú byrjar að ímynda þér og þú byrjar að setja þig í spor persóna kannski á dýpri hátt ef þú kynnist þeim betur í bók. Eins og til dæmis bara munurinn á því að hafa hort á Game of Thrones eða lesið það, þú fær miklu dýpri innsýn í heiminn og eins og samsæriskenningar í Game of Thrones og sleiðis sem að vorum, þú veist, alls konar hluti sem væru þeir sem voru búin að lesa bækurnar skildu miklu betur hvað var í gangi því það var búið að segja svo miklu meira og hérna og hefur meiri grunn að þetta er ákveðin upplifun sem þú getur í rauninni ekki fengið með því að horfa á bíómynd eða hérna, jafnvel að hlusta á hljóðbók er aðeins öðru sig heldur en að lesa þetta sjálfur það er ákveðin synd þegar þetta hverfur þetta er alltaf ákveðin svona áreynsla að nema textablaði sko. En hvað heldur með eins og rafbækur manni finnst að það er eitt einhvern veginn að koma rosalega sterkar inn af því að það er ákveðin sóun á hráefni að gefa út bók meðan þú getur í rauninni haft hana bara vistaða í litlum minniskubbi Mér skilst að rafbókin hafa ekki náð sér að strik út af réttindamálum þar sé að bókaútgefundur eru svo ákafir í því að lenda ekki í því sama og tónlistin gerði að það bara fara allt að flota og allt verði ókipis en þetta er einhvern veginn og rithöfundar get ekki haldið tónleika og haldið sér floti þannig sko, þeir verða að selja ykkur bækur það er rétt, það er ennþá að vara en þeir getur dáið út á það að reyna að vernda sig of mikið sko. Það er alveg rétt ég finnst bara alveg stórfínt að alla bækur eru rafbækur þó ég les ekki rafbækur sjálfur það skiptir mig máli hvort eru prentaðir eða rafbækur en bara fólk er ekkert að kaupa rafbækur heldur sko. Bara því miður ekki þannig sko. En væri kannski lausnin hugsanlega rithöfundar væri þá meira eins og að halda fyrirlestur og koma fram og svoleiðis að því að rithöfundur kannski ekki eins og tónlistamæður en það er oft eftirspurn eftir því að hitta rithöfunda og taka viðtölu og svona spurt og svarað ég veit ekki alveg heldur ég veit ekki sko náttúrulega rithöfundurinn jú sko það sem fólk fengi læsi bækunar þegar verið ókippismennir og eins og bara Spotify sko kannski hitta hann það er kannski þetta er alltaf svo mikil umbreyting á menningunni sko en samt sem áður þá getur fólk nokast fría bækur á bókasafninu sko Já, og gerir það mikið sko, í síðasta bóki minn á einu ári seldast hún í 600 eintökum og sama ári var hún í útlandi 1500 eintökum og þeir sem tók hún á láni voru alltaf ekki sem keyptu hana það er alveg, þetta er góði punktur þetta er bókasöfn er til stað, þú getur lesið allt sko. En má segja að bókasöfn sé heila óvinnur rithöfundarins sko, bókasöfn kaupa eintökabókum og það munar alveg það 50-100 eintökabók og rithöfundar fá greitt úr bókasafnssjóði fyrir afnót á útlánum en það er allt og lítið ég er ekkert að spá í þetta sko persónulega því ég vil bara skrifa frístundum og lifa á öðru en fyrir höfundar sem er að harka sko, þá er þetta mjög skýtt að þú fær mjög litla peninga fyrir það sem er í útláni sko. Það er eitthvað 40 krónur útláni eða eitthvað svoleiðis sko. En finnst þér eins og aðsókn og bóksöfn hafi líka minnkað? Ég þekki það ekki sko. Ég þekki það ekki alveg ég horfi bara á þetta með bóksöluna þetta er bara raunveruleiki sem blasir við
og svo líka það að maður þekkir eiginlega ekkert ungt fólk sem les bækur sko. En getur verið að þetta heldist í hendurlömis að því nú er bara vita mál að nútíma foreldri hefur minni tíma fyrir börnin sín einhvern veginn Já. að menn séu kannski ekki, foreldri séu ekki að fara með börnin kannski á bókasafnið og leigja eina bók eða taka eina bók og þannig að börnin alast ekki upp við að umgangast bækur. Ég held að afleiðinga slíku sé ekkert komið fram eins og segir, ég ólöf börnin bókum og þau les ekki bækur þau menta sig samt Já. Við erum að fá bara einhverja aðra kynsló af öðruvísi fólki sem hugsar öðruvísi en að vera kannski komin með meistaragráði frá háskóla en geta ekki lagst upp í rúm og lesi skáldsögu af því það er bara flókið og langdregið, það er ofsalega skrítið fyrir en það er náttúrulega líklegt að foreldrar sem hafa aldrei lesið bækur, þau eru kannski ekki að fara með börnin sína á bókasöfn Nei, mér finnst kannski fólk gera það eins og það virðist vera að fólk gera það of lítið meðan við bara hvað er tilmikið af fólki og ekki það mörg bóksafn Ég fyrir ofta á bókasöfn með mínar stelpur og sérstaklega af því að mamma er náttúrulega þýsk þannig við förum kannski á Hafnarfjarðarbókasafni þar sem eru þýskar bækur og maður reynir að svona sýna hvað bækur eru skemmtilegar og skipta máli og til þess að náttúrulega líka til þess að bara hvetja þær til að læra að lesa að sína sig eitthvað skemmtilegt þess ekki allt bara eitthvað Ari sá mús Lóa sá eitthvað svona skemmtilegt en manni finnst kannski maður hefur á tilfinninguna að sé ofátt fólk sem fer á bókasöfn því að það er í rauninu mjög sniðugt þetta er ódýrt þegar maður fer á bókasöfn þá er engin biðröð Nei En ég var sáttu við þessi 1500 útlán að minni svona low profile spennusögu einhverjur að taka þetta láni þannig að bókasöfnur eru náttúrulega stórkostlegt fyrirbæri ég meina maður óttast framtíð það sem er ekki bókasöfn og er ekki bókabúðir, bókakaffi En heldurðu núna svolítið stærra mál heldurðu að íslenskan degi kannski svolítið stórt spurt mamma mín heldur það, hún er talkennari eða var talkennari Ég held að hún geti það alveg það er ofsalega mikið af fólki sem hefur ekki vald á tungumálinu og það eru líka fagsvið sem hafa það ekki þeir hafa komið upp aðeins í fyrra hvernig fólki ferðabransana talar eins og sé eitthvað rosalega tæknilegt og flókið að selja einhverjar skoðunarferðir og einhver hótelherbyggi hótelgistingu og þeir var að tala eins og einhver fáiði, einhver útlensku og talar það, ég meina come on Þegar þú nú segir þú come on þegar Já, ég veit Skammast þín Já, ég sletti líka og slett frá því, ég sletti 1980 Það er erfitt að sletta aldrei Ég get samt hugsað á íslensku skilji ég get, ég held samt að það er annað vandamál líka varandi það hvort að íslenskan degir að við verðum að nenna eða peningum í að þýða það fara að þýða allan helvitis hugbúnaðinn og þýða allt sem við notum þannig að við verðum að halda áfram að eignast hugtök yfir það sem við notum það er líka þannig að ef það er eitthvað sem er svolítið nýtt og tæknilegt þá nenni ég ekkert að fletta því upp í snöru að ég veit að það er ekki einhvern veginn þessi gamli bókaheimur og orðabókaheimur hann er heimur fortíðarinnar Núna allir bara farnir að hugsa ensku En það sem er líka bara búið að breyta svo mikið í Íslandi og ég ætla ekki eitthvað að vera að tala útlendinga neitt þannig ég er bara að segja að þetta er svona og það er eina af afleiðingunum er kannski bitnar á vissu leita á íslenskunni er að það er bara meira af fólki hérna sem kann ekki íslensku sem er erlendu ekki brotið og við Íslendingar nennum ekki að bíða þangað til að þau læra almennilega íslensku því það tekur tíma og það pirrar okkur rosalega að heyra vonda íslensku, lélega íslensku en það bara á hverjum vinnustað og sérstaklega til þess að þú nefndir forrindun þá er rosalega oft einn að tveir einhver útlendingar frá öðru landi og þá byrja maður oft bara að tala ensku og þá nota maður þetta fagmál fyrir þessu forrindun þú segir oft eitthvað nennir að rönna þessu nennir að kompæla þetta þú notar þessi orð og hugtök að maður nennir ekkit endilega heldur að flett upp hvað skrömm er á íslensku eða agile eða eitthvað svona maður sætti sig einhvern veginn við það að tölvuheimurum var í fullur af slettum en svo þegar fólk, eins og ég var að segja á hann þegar fólk getur ekki eins og talað ferðamennsku en þess að tala bara útlensku það finnst mér ofsalega dabburt og undarlegt ég er nú svolítið í þessum bransu núna ég er þessu maður en það er eiginlega allt bara mitt á ensku ég er volið lítið að hugsa hvort það er slett þegar við tölum inn á okkar milli En það er náttúrulega og bókmenningin á stóra þátti í hvort að íslenska lifir að deyr auðvitað vona maður að nógu stór hluti af fólki hafi gaman á bókum og finnst það spennandi til þess að viðhalda bókmenningunni
og það eflaust partur í að viðhalda tungumálinu lifandi, ég bara veit það ekki. Já, ég held að það sé mjög miklu líkur á íslenskan hreinlega degi, ég veit ekki hvað það tekur langan tíma, 100 ár, 150, svona geti mannkyni líka farið til fjandans á 150 árum, það meðan við mannkyni virðist nú alltaf að lifa af en tungumál deyja sko. En ég held ekki að mannkyni muni útrýma sér þannig sé, ég bara meina svona einhvert stofnhrun hjá manninum, bara eins og verður stofnhrun hjá dýrategundum þegar það koma ómikið á fólki og kannski kemur stríð og svoleiðis og þá getur mjög vel verið að íslenska og svona jaðarmál færiska deyji í leiðinni. Ég meina velskan döð sko, vita það allir þú veist, þetta getur algjörlega gerst og það líka manni finnst stundur svo hlægilegt núna hvað menn voru svona með mikið ofsagnaræði yfir íslenskunni í gamla daga, það mátti aldrei sletta, það mátti aldrei segja neitt vitlaust, það bara mistur mannorðið eins og hann Guðni Kolbensson þegar hann sagði til likes í þættinum íslensk mál, ætti segja til lækjar hann var að hætta með þáttinn en í dag sko öllu skít sama þó að hættan sé miklu meiri maður finnur það eins og með stjórnmálamenn það alltaf sama þegar hann Lilja Alfreðsdóttir leggur til að hafa verið afnumið vaskur á bókum þá allt í einu hugsa maður það þarna eitt stjórnmálamaður að hún átt að sjá því hvað það er alvarlegt hún vill gera eitthvað í því sko. Það ég veit ekki, ég á báðum áttum af því mér finnst svona með margt að ég svolítið svona nú sletti ég svona praktíst þengjandi maður að mér finnst svolítið eins og þú veist, ok, þú prentar bók og þá þarf það að drepa tré og nota einhver bleikjefn og svona, þú getur haft það rafrænt og stundum hugsaði með tungumál rosalega þetta mikið vesen að það séu öll þessi mismunandi tungumál og nú þarf ég að læra nýtt tungumál ef ég ætla að búa þarna því að allir tala það og þetta rosalega vinna og mikið vesen, akkur tala ekki allir ensku hugsaði stundum bara en ég samt líka svolítið svona tungumál á öfugugi, svo ég sletti ekki orðinu perri eða pervert, ég svolítið svona tungumál á öfugugi af því ég reybrand á 5 málum og kann aðeins í öðrum þannig að mér finnst þetta rosalega skemmtilegt og áhugavert og mér finnst hvert tungumál svona hafa sinn persónuleika svo ég sletti ekki orðinu karakter ég bara benda á hvað auðvelt að sletta oft ég einhvern veginn held að þess að vilja fara djúpt í það þá held ég að sé alltaf að sletta ég held að vandamáli sé það þegar fólk getur ekki sagt þá fólk getur ekki lengur hugsa setningu á íslensku bara hvernig segi ég þetta á íslensku ég get ekki orða, Nei, en mér finnst að það myndi missa rosalega mikið persónuleik og töfra frá hverju landi eins og þú kæm til Frakklands og þar töluðu allir ensku kemur til Svíþjóðar, þar töluðu allir ensku kemur til Grænlands, þar töluðu allir ensku það myndi gelda rosalega svona menningarlegu upplifunina tungumál meira að segja þannig að þau texti aldrei full þýðanlegu frá einu tungumáli til annars enga veginn þá hefði þessi blæbrigði þetta sem einstakt í umhverfinu hverju einu sko já þegar þú horfir á bara bíómynd líka að hún ekki hljóðsett þú vilt ekki horfa á einhverja franska karakter að vera hljóðsett á ensku eða sænska nei, fólk gerir þetta samt á meginlandinu en svo þú myndir horfa á fucking ómál ef hún bara eitthvað á ensku eitthvað god damn bitch you boiled my hot chocolate eitthvað svona, það ekki það sama eins og segja men jävlar hur det tog sista obågen þetta hefur ekki sama karakter en það má hafa gaman að því að horfa á svona á þýsku sjónvarpi John Wayne var að tala þýsku mér fannst það svo hræðilegt sko. ég var þarna óperi í Þýskalandi og horfði á Star Trek og Star Wars og Indiana Jones og þýsku og eitthvað þetta var svo einhvern veginn svo pínlegt og úr karakter það sko, þeir bara áttar sig ekki á því þjóðarinni þeir láta líka að finna leikara sem með líka raddir og ameríska kvikmyndastjarnan sko já, svo deyja þeir og þá var alltaf í Sean Connery bara með alltaf rödd og allir þjóðræðarnir brjálaðir meiri sé að hlusta á sko þátt sem var Leonardo DiCaprio var að fjalla hann og hvernig hann var orðin stjarna eftir Titanic, þetta var hann 98 þegar hún kom út og þá spiluð svona klippa úr bíómyndna á honum nema þá klippan þar sem hann dubbaður þannig að það svo hérna brot af Leonardo DiCaprio að leika og hann eitthvað bara ich werde nicht fallen eitthvað, þú veist og bara þetta ekki Leonardo DiCaprio þetta dubbarinn hans að dubban þetta bjánalegt þetta alveg magnað þetta svolítið svona en hvað ætluðum að tala í þetta? Var það þetta? Bara hvað sem já, þetta skemmtilega afslappa Viltu ekki tala samt bækurninni þess? Jú, sko, þetta eru nýja bókin heitir Afleiðingar og það eru 7 smásögur inni og það var þegar ég var yngri þá skrifaði ég bara smásögur þegar ég var að skrifa skáldskap
svo fór ég að skrifa skáldsögur sko. Þannig að ég áttaði mig á því ég hafði ekki gefið út smásagnasafn bara í 13 ár sko, síðan 2004 en svo duttu alltaf inn nokkra smásögur sko, ein og ég fekk birtið þær í TMM, Tímarit Máls og menningar og svo átti ég þarna 5 sögur og langaði að skrifa aðeins fleiri, þannig að ég bætti við 2 löngum smásögum sem ég skrifaði á þessu ári og útkoman eru sögur sem hafa orðið til núna 10 árum, þannig að þetta svona það sem kannski ólíkt öðrum bókum eftir með að það eru svolítið fjölbreyttar þessar sögur sko. Já, þetta er á svo löngu tímabili það er einhver leitt út af því og hérna en svo er líka tímaflakki í bókinni bara varandi sögutíman nýjasta sagan, hún gerist svona kringu 1960 sko, í Reykjavík mér finnst mjög heillandi að fást við það og fjallar unga stúlku, unga konu sem verður svona leiksoppur svona kallmanna, hún er dregin inn í sambúð og hjónaband bara 15 ára eitthvað sem verið glæpur í dag sko. Hún er lokuð inn á upptökuheimili og það er svona í rauninni kynferðisleg notkun sem samfélag þess tíma viðurkennir. Já, þetta hefur komið mikið upp á yfirborð núna einmitt sögur frá svona hlutum að vera að stíga fram fórnarlömb og segja frá hvernig þetta var, þannig að þetta er í rauninni ásaldið erindi til nútíma lesandans. Þetta er svona fortíðar samtímasaga. Já, þessi smásaga sem er líka þegar sögunar eru svona fáar og langar og þá verða svolítið svona hver saga svolítið mikið, sko, ekki bara eitthvað svipmynd, svolítið gerir sér eitthvað í þessu. Svo er þetta ein saga sem ég hafði mjög gaman að skrifa, hún er ekki alveg ný, sko, er þetta sem ég skrifaði þessu ári, hún heitir Orðspor, hún fjallar aðeins sem er við það að missa mannorðið, það er að segja að hann er flúin í svona sólarlandaferð með konunni sinni og meðan er verið að skrifa hann í fjölmiðlum, svona hneyksli, svona fréttir eins og ég geti verið að skrifa. Já, ég veit það. Og hann, það snýst sko það að hann er svona sakaður einhvers konar kynferðislega áreitni. Þetta er ekkert með barnan í að gera, þetta er ekkert svoleiðis. Nei. Og þá hann er bókaútgefandi og þetta snertir samskipti hans við konu sem var að reyna að fá gefið út hjá hann handrit. Wow. Já, og það sem hann gerir af sér, hún tekst að fremja þessi illvirki í nokkrum Facebook skilabóðum með Messenger, Facebook Messenger og einu símtali. Já. Og þessi saga kannski er svona kannski þá ætti að vekja spurningar sko mörkin á milli netheima og raunheima. Já. Hann hugsaði með sér, það getur ekki verið að ég sé fara að missa mannur út af þessu, þetta er bara eitthvað svona helvítis kjaftað á Facebook, ég henni kannski hægt að sleppa þessu sko. En það er líka hægt að segja, þú varst að misnota aðstöðina og beita kynferðislegri áreitni. Já, þegar hún þarf eitthvað frá honum og hann getur notað. Já, ég ætla kannski ekki alveg að fara út í hvað gerðist, en það var þannig að hann örvaðist eitthvað þessum samskiptum aðurinn. Það er svona margt sko. Ég held að þegar fólk lesir svo sögu þá segja sumir eins og yfirlesari minn þessi maður bara, þetta er algjör svín sko, svo er aðrir sem segja það gerði ekkit af sér, hvað rugl er þetta? Já, þetta er náttúrulega mjög mikil umræð í dag nákvæmlega þetta, hvað er einhver svona mörk líkja og hérna. Já, fólki finnst oft eins og netið sé bara platt og þess vegna getið að bara skrifa einhverja svívirðingar til dæmis í kommentakerfið. Já. Og svo kannski bara endar það réttarsal út af því? Já, netið er kannski mörguleiti mun raunverulegra heldur en ef að fólk tala saman út á götu því að þú getur ekki strókað það út svo auðvitað það sem þú sagðir á netinu. Já, það er alltaf til en það er eitt sem það er annað líka sem gæti þá vakið spurningar í sögun að þarna eru til dæmis manneskjur sem segjast vera mikla vinkonur og styðja hver aðra og það er aldrei hist. Já. Það er bara tekið þátt í söfnunum saman á netinu og er að baráttu systur og það er að segja, þú veist, fólk sé að rugla sko, en svo upplýði það daginn að ég hafa búið að selja kynningu, ég verið að skrifa svolítið svona kynningar, selt efni fyrir DFF og ég þetta fara að hringja í eitthvað sem er eitthvað skemmtistaði og maður lendir í saltaði vinn og þurfa að hringja í fólk, þetta er alltaf ákveðið álag þurfa að fara að hringja eitthvað sem þekkir ekkit og fara að gera efni með honum og þá þegar hringdi hann og fattaði ég þekkt hann og þá kom svona léttir og all samskipti hjá okkur eru ofsalega þægileg
og þægilegt að gera greinarnar en ég þekkt hann, ég hafði aldrei hitt hann á bara Facebook, þetta er svona maður sem ég bara þekki á Facebook í mörg ár sko. Þá fara ég að hugsa, hvar liggja mörkin? Hvar við þekkjumst þú að mikið á Facebook, ég og þú Rökkvi. Við þekkjumst mest á Facebook við erum hiss soldið sko. En ég veit það ekki, Dr. Phil er mjög á móti þessum lífstíl sko. Það er að segja hvað hann gengur langt, hann segir til dæmis að það sé ekki hægt að hafa að stunda kynlíf í gegnum tölvu, það er bara sér bull. Ég skal alveg vera sammála því. Hann segir að það sé bara vitleysa sko. Já, ég myndi að það gerir allavega lítið fyrir mig. Hann líka mikið verið að fá til sín fólk sko, sem lætur plata sig í gegnum tölvu sko, í gegnum rafræn samskipti og það fer að senda peninga einhverjum sem hann elskar út af lífinu sem býr annars þar á nettunum og hefur aldrei hitt viðkomandi. Og það er líka eitt mjög algengt, er svona plat að sem sagt, þú hittir ykkur að sæta stelpa á Facebook eða eitthvað og hún fyrir að segja þú sért myndalegur og lalala og svo fær hún þig út í svona síma kynlífi eða eitthvað og hún er kannski með vídeo sér eitthvað nakinni og eitthvað svona eiga við sig og segir gerð þú líka og þú gerir þetta og þá bara nú sendi ég þetta á alla viniðina alla Facebook viniðina, ég er með listaðin hérna ef þú borgar mér ekki svona þetta er til dæmis alveg algengt trikk sem að menn lenda í og ég þekki menn sem eru alltof klárir til þess að lenda í þessu sem hafa lent í þessu að því að stundum svona leifir þér bara að gleyma hvað þú ert að gera þegar að þú ert komin í hitaleiksins. Já, þetta er sterkar hvatir náttúrulega, kynkvötin er sterk. Já, og líka svona skemmtilegt ef einhver sýnist þér áhuga en maður þarf stundum að stoppa og segja sko af hverju er þessi manneskja sem að þekki mig ekki neitt er ég virkilega það rosalega myndalegur og spennandi að hún komi bara á netinu og segir rosalega ertu flottur eitthvað og mig langar. Er ekki bara heimurinn ennþá þannig gerður að allir sem eru bara svona venjulegir kallmenn að þeir eiga ekki að trúa því að kona hafa mikið áhuga Já, ég er sammála því Kvenkyni virkar þannig að þú þarft bara að vinna þér alltaf prikið það ekki til þess að með framkönguðinni Jú, ég meina, sko, ef þú horfir á Despo, hvað ég að segja svo ég slett ekki örvæntingafullt, örvinglað fólk á nú má ég ekki segja djamminu því það er sletta líka en maður horfir á fólk að gera sem glaðan dag á nætur göldrinu í Reykjavík og þú horfir á mann sem er greinilega svona eitthvað örvæntingafullur og þú horfir á konu sem er greinilega örvæntingafull þú horfir í 5 mínútur og konin er komin með einhvern mann upp á arminn þú horfir í 5 mínútur og það er búið að sletta bjóra á gaurinni eða hann er ennþá með sama örvæntingafulla svipin og hann á ekki séns sko nákvæmlega, hann á ekki séns þannig að það er náttúrulega bara þannig ef að kona vill virkilega bara fá sér eitthvað fá sér bólfélaga 1, 2 og 3 og er alveg sama þá fær hún það eins og skot, kall ekki það virðist ekki vera eftirsóknarvert fyrir konur þó að það hefur náttúrulega væntanlega sömu þarfir og við en þá er það ekkert sko það er engin sigur Nei, þetta er bara markaðslögmál það hafa efni á að setja standardin hærra og þá gera þær það en þetta er náttúrulega bara augljóst að í kallkyninu þá er þetta að ef að þú nær að drefa sæðinu þá verða aðrir til sem verða eins og þú og vilja líka drefa sæði sínu en ef að kona leifir bara hverjum sem er að setja eitthvað sæði sig þá fær hún ekki endilega besta sæðið þannig að eðlilega þá vilja konur velja og kallmenn vilja svona kannski ekki allir ekki að segja við hefðum okkur allir þannig en svona innst inn í er rödd sem að segir settu allt sem að byrst í okkur sko, náttúran gerir okkur svona En til þess að fræðiskir útvarpið sög það vist komið að auglýsingum Ágúst Borgþór Sverrisson hjá okkur í dag og annar fyrir bók sína sem heitir Afleiðingar og allt hefur afleiðingar, það er alveg klart Við ætlum að fara í auglýsingar og svo komum við hérna rétt á eftir Bob Dylan, Like a Rolling Stone og það er svolítið þannig sem að bókaskrifi virkið það ekki það er svona svo rúlar svolítið svo steinn Svolítið upp brekku kannski Já, sama steinn upp brekkun aftur eins og Sisyfos Missa menna niður aftur og Já, ég veit það ekki, það er að skrifa sögur er svona þolinmæðisverk sko og já, það tekur langan tíma en mér finnst mjög gaman að svona skemmtileg tilbreyting að gera það því að ég er alltaf í dagvinnu þar sem ég er að skrifa mjög mikið og mjög hratt sko Já, fá nostra við þetta og gera þetta Já, það krefst þess einfaldlega sko já, því að textin sem maður skrifar í vinnunni hann þarf bara að vera skiljanlegur og vel framsettur en textin sem maður skrifar í smásögu eða skálsögu hann þarf einhvern veginn að hafa einhverja töfra, hann þarf að vera undir honum Já, sammála því Já, tölum frekar aðeins listina sjálfa heldur en bara erfiðleikana í kringum þetta allt hvað hvatti þig áfram í þetta upphala? Ég held að ég hafi einhvern tímann
sko ég fór í gegnum þetta sem krakki að vera fyrst rosalega spenntur fyrir bíómyndum og sjónvarpsmyndum sem var hasar og byssur og eitthvað svona en svo einhvern veginn kemur bókmenntaáhuginn inn í þetta þegar ég úlingur svona 15, 16, 17 og ég fór að upplifa það sko að ég fór svona að upplifa þann möguleika að ég geti kannski skrifa bækur alveg svo ég get lesið það sko já. Og svo þegar ég kannski verið til algleimingi þegar ég að nálgast tvítugt og fer að lesa Guðberg þannig að bækur Guðbergs voru þær fyrstu það sem mér fannst virkilega kafað á hann í hversdagsleikan sko. Hann var að skrifa bækur sem voru að gerast í kringum 60 sko, fyrr og ég var bara að kannski að nálgast 80 en það var svipað heimur sko. Og hann kveikti rosalega í mér sko. Svo einhvern veginn þegar ég byrjaði að skrifa þá var það þannig að smásagan höfðaði mér til mín sem er gaman að skrifa svona hnitmiðað og stutt sko og svo einhvern veginn líka þróaðist það þannig að þegar ég fór að bara byrjaði í brauðstritinu og vinna einhver staðar og ala upp börn og kaupa íbúð að tíminn var ofta svo skortnum skamti en ég var líka mjög heillaður af smásatna höfundum, sérstaklega amerískum og já og mann svona leitaði þær fyrirmyndir en hins vegar hefur skálsagan komið til mín seinni árum sko, meira og ég man að síðasta bóki mín sem var skálsaga upp á svona raunsæðislega skálsaga sem var líka hálfgerð glæpasaga upp á tæplega 300 síður að það fylgdi því rosalega velli hann að skrifa þessa bók og ég hafði velli hann sem fylgdi mér eftir á af því að ég alltaf skrifa hann líka hægt af því að ég var að vinna mikið með því en að vera inn í svona sama heiminum svona lengi, í rauninni var þetta bara 3-4 ár sko. Það er að mörguleiti mjög gefandi það er öðruvísi en að skrifa smásögu. Þú skapar svo stórt listaverk í rauninni í þessu samhengi stærra, stórt samhengi ég mér langar að skrifa fleiri skáldsögur og ég er hrifinn af spennusögum ég vil fara lengra inn í það dæmi vegna þess að þá er maður komin með eitthvað sem getur algjörlega gert sem listaverk persónusköpun og mannlega flækjur og allt þetta en leið að maður komin með eitthvað sem spennandi að lesa og með eitthvað sem höfða meira til almennings við vorum að tala áðan að við erum að fá fólki til að lesa það les frekar spennusögur heldur en smásatnarsöfn eða ljóðabækur og einhvern tímann fussaði ég við því en í dag gleðst ég yfir sérstaklega því að spennusögur eru oft svo góðar sko. Standardin hefur hækkað bara Arnaldur og fleiri Þú hlakkar alltaf til að komast að hvað gerist góður spennusögnarhöfundur hann skrifar þannig að þið langar alltaf að lesa meira langar að vita meira hvað gerist og það skiptir máli En að vera með smásögur þetta svolítið eins og skrifa margar bækur eða ekki? Það virkar svolítið þannig. Já, sko það þannig náttúrulega að til að skrifa smásafnasafn þá átt að skrifa margar sögur, það rétt og það svolítið meira vesen heldur að vera það bara inn í sömu sögun alltaf sko og það alltaf svolítið mikið að alltaf þurfa að skrifa 10 sögur til að skrifa bók svo náttúrulega smásafnaformið erfitt að því það svo knappt einmitt að 10 blaðsíðna kafli í bók hann það bara að halda haus þannig að hann bara sé í lagi og make sense að því svo hefur alltaf næsta kafla sem heldur áfram en 10 sína smásaga, hún þarf að vera miklu meira heldur en 10 sína kafli, hún þarf að vera það sterk að hún lifi áfram, það sé meira í henni heldur en þessar 10 síður og það gerist það gerist einhvern veginn með bara vinnubröðunum sko með því að maður ná þannig sterkum stíl að ná að skiptir ósala miklu máli ekki smásögum að reyna að segja hlutina svona undir yfirborðinu svolítið einhvern veginn að láta lesandan ef þú ert að skrifa skálsögu helvítis fant og fúlmenni þá stendur ekki smásögunni að hann sé fantur og fúlmenni sko. Nei. Og svoleiðis hlutir eru mikilvægari í smásögum heldur en skálsögum mér finnst stundum eins og textar góðir lagatekstar geta sagt ofboðslega mikið af því að þeir segja í rauninni ekki neitt beint heldur gefa þér eitthvað svona mynd og þú ímyndaðir þér afganginn vel heppnaði dægulega textar þeir og segja oft sögu líka Já og segja kannski margar sögur þú getur svolítið valið hvaða sögu sérð svo þeir þessi samfloti með tónlistinni sem vekur hughrif ég finna öll list náttúrulega frábær
En hvað finnst þér vera svona helst það sem að þarf til þess að saga bara hvort sem löng eða stutt sé góð? Og það tvennt. Það er annars vegar að búa til líf. Það er að segja að þetta sé lifandi. Já. Og það gerir með því að skrifa þannig að ekki skrifa á klisjukendan hátt, reyna að vera vakandi fyrir því sem er frumlegt sko. Já. Og áhugavert, ekki skrifa á klisjukendan hátt fólk og segja strákurinn var dæmigerður úlingur og hann var í rifnum buxum, hann fór í fílu, eitthvað svona, ekki verið klisjun, heldur reyna að koma auga frekar á þetta sem er bara svona orginal, af því að þannig er lífið raun að veru, það er bara hausinn okkur sem er þreyttur og hann er klisjukendur sko. Og svo er það en líka að það er mjög mikilvægt að velja smáatriði sem fólk tengi við og það er það málið og stíllinn, en svo er það að byggja sögu vel upp sko. Og það er, ég held að það sé svolítið svipað eins og búa til tónlist sko. Þú veist að það er, Frank Zappa sagði að list væri að raða hlutum saman sko. Raða þeim rétt saman, já. Þetta er svona samröðun, og ég var ofsalega upptekin af andrúmsloftinu áður og stemmingunni og það er smásagan. En svo fór ég að vera hrifnar af uppbyggingunni og auðvitað er uppbygging líka mikilvæg í smásögum, en hún er flóknar í skáldsögum og þá fór skáldsagan að heilla mig meira. Það er líka það sem hún þarf að það er náttúrulega erfiðar að skrifa bækur heldur en kannski erfiðar að sko að byggja upp spennu í bókum heldur kvikmyndum, þannig að þú hefur tónlistin til að styðjast við í kvikmyndum og hljóð og ýmislegt, en það hefur ekki og það er svipriðið mitt og það hefur ekki í bókinni sko. Nei, það lyftir brúnum með eitthvað slíkt sko. Og í bókinni þarftu líka bara, þú þarft lesandan líka, þú þarft lesandan þegar hann býr til söguna með þér, en þess að hann skapar hann í hausnum og hann þarf að vera móttækilegu fyrir því að nema spennu úr texta, en það er eins og alveg rétt að það sem er að það er challenge í dag, kannski meiri nokkuð tíman áður, að halda lesandan spenntum. Já. Og þá þarf að vekja forvitni og þá byrjar ekki á því að lýsa firðinum sko, endalust. Nei, eins og í mörgum gamlum bókum. Já, og það bara gengur ekkert í dag og það er ekkert merkilegra eða betra að gera það. Nei, mér finnst það snobb að vera að segja eitthvað, þú verður að gera bókinu þína leiðinlega svo að bara raunverulegir bókmenntaunendur geti lesið hana. Það er bara alveg erfitt að hafa þetta spennandi og grípandi. Já. Og mér finnst að bækur eigi að vera grípandi og ég reyna að hafa smásöguna mína grípandi, ekki að því ég haldi allir sé að fara að kaupa þér, það er ekki þannig. Heldur bara að ég vil skrifa þannig og ég mun skrifa í auknum mæli þannig að reyna að hafa þetta spennandi og grípandi. Já. Ég meina þetta líka mikið ástríðin, ekki endilega að hugsa út frá markaði. Ef að list væri hugsa út frá markaði þá væri hún öll mjög gæld. Og við höfum svo sem séð mikið af því þar sem að það er búið að búa til eitthvað, við ætlum að hafa svona hljómsveit, við látum fólk keyra í prufur fyrir hana og veljum út þá sem passi hana, svo veljum við höfundar sem er lögin og svo veljum við búninga og það er ekkert einhvern veginn svona einn listamaður bara sem að skapar. Þannig að glata ef tónlist eða hljómsveitur hannaðar bara á einhverju markaðsmönnum. Já, það er mjög glata sko. Bara nú eru áhörna prufur fyrir Spice Girls. Ég er sagt að, og ég hef svo sem ekki vitað því lengur, ég er sagt að góð tónlist í dag sé óþekkt. Það sem maður vilja hlusta einhvern tíma með einhver að spyrja einhverjum YouTube-myndbandi hvort að sé ekki búin til svona góð tónlist lengur og verður hlusta eitthvað gamalt rocklag og segja já það er góður hljómsveitin í dag er ekki þekktari, ég veit ekki, þekki ekki. En af því að þú ert eldri kynslóð en ég, þá langar maður að sjá hvort ég móðgæði með þess að mér finnst nefnilega sko þegar foreldrar mínir að hugsa á Síbílen í dag og eitthvað Bítlarnir og svo frábæra eitthvað svona, ég segi sko Bítlarnir er ekki neitt meðan það sem kom seinna, Bítlarnir er ekki neitt lagahöfundar meðan við Depeche Mode eða Massive Attack eða það sem kom seinna, þetta er algjör dilli tónlist sko meðan við það sem hefur verið gert á 10. og hvað segir maður 0. áratugnum sko ég held sko ég hef ekkert rosalega gaman að Bítlunum. Nei. Þeir höfðu ekki til minn Bítlarnir og Rolling Stones og þetta já, mér finnst þeir sko en ég held að Bítlarnir hafi verið miklu brautryðjendur. Já, ég er sammála því. En það sem ég held reyndar að þeir hafi semið mjög góð lög sko, hafi samið með góð lög en þeir kannski, það sem saknaði að Bítlanum að það vantaði sko kraft í þá vantaði kraft og með þess að Paul McCartney vildi ná svona krafti þungaroksljómsveita, hann gat það ekki. Hann er að hamast á rammarskítar þá er þetta bara eitthvað svona bara sarg sko. Já, mér finnst bara sveitir eins og svona Placebo, The Smiths, The Cure, Depeche Mode, þetta er bara miklu
þetta öðruvísi, þetta þróari textar, miklu þróari tónlist, bara miklu að því allt þróast áfram já, í rauninni. Ég er enda mikill aðdáðandi The Who sem voru samtíma menn Beatlana, ekki eins nálægt eins vinsælir, voru samt mjög vinsælir en þar var frá upphafi meiri kraftur bara svo lagi eins og lagið My Generation sem var í rauninni miklu meira ögrandi tónlist til þetta Beatlana gerði en Beatlanir, ég meina Paul McCartney svona séni sko, hann er það svo sem mikið tónskáld hann var ekkert bara í Beatlinum, hann samt náttúrulega fullt af Já, en flæðiskeri, það er bara enda runnið í dagstrákar án þess að mér hefur tekist að móðga Ágúst Þú var að reyna betur næst Þetta er þakka að kenna komuna Takk fyrir mig Takk fyrir komuna og flæðiskeri kveður í dag Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vistason þakka fyrir sig og heyrstu næstu viku og verið sæl